Hrafnar hafa fylgt Íslendingum frá landnámi. Hrafnaflóki nýtti 3 hrafna til að finna landið í kringum 840. Einnig koma hrafnar við sögu í norrænni goðafræði og átti Óðinn hrafna sem skildu mál manna og guða og færðu þeir honum tíðindi. Við hittum fuglafræðing og spurðum hann háttalag hrafna. Hvernig haga hrafna sér? Þeir haga sér nú á margvíslegan hátt, hrafnarnir. Það náttúrulega fer mikið eftir í hvernig vindarnir blása. Stundum þeir í mikilli hæð og stundum fljúga þeir á hvolfi og allavega, þeir eru allavega hrafnarnir. Þeir eru listflumir, þeir fljúga þarna við fram brekkum og láta sér renna svona áfram og það er mjög áhugavert að horfa oft á hrafni hvernig hann að flögra og jafnvel að leika sér. Telur það sé aukning á hröfnum á Akureyri og af hverju geti það þá verið? Það er aukning í hröfnum hérna á Akureyri vegna þess að fólk bara mjög almennilegt við hrafnana og að gefa þeim. En það aftur á móti á öðrum stöðum á landinu, þá mikið verið að skjóta af hröfnum. Það hefur lítið verið gert af því núna í Eyjafirði á undanförnum árum, en hrafnin náttúrulega komin á válista vegna þess að það hefur verið svo mikið ágengt í því að skjóta hann á undanförnum árum. 1981 til 1985 þá voru skotnir svona 4.100–200 hrafnar á ári og nokkru síðar samkvæmt veiðiskýrslum þá voru þetta 7.000 hrafnar sem voru skotnir eitt árið og þetta allt of mikið. Er kostur eða ókostur að hafa hrafna í þéttbýli? Það nú svona misjafnt hvað fólk finnst það en mér finnst alltaf gaman að hafa stærsta spörfuglinn hérna til dæmis eins og hérna í bænum. Það lífgar upp á bæinn á veturna þegar lítið fuglalífið. Það er líka annað sem að gerast að það farið að verða mjög mikið á máfum líka, þannig að þeir eru farnir að fara saman í hópum, bæði hrafnarnir og mávarnir. Sennilega það vegna þess að það verið mikið snjór og erfitt tíðafar og lítið æti að hafa fyrir þessa fugla. Hverjir eru spádómseiginleikar hrafna? Þeir eru nú margs konar spádómseiginleikarnir. Við vorum í gamla daga, ég og Gísli Jónsson, vinur minn, við vorum svona að gera fuglaveðurspár og þá fór ég á föstudögum og horfði á fuglalífið og svo spáðum við eftir því. Ég get nefnt sérstakt dæmi. Það var einhvern tímann að ég var að fylgjast með hröfnum hérna inn í miðbæ, gífurlega mikið af þeim og þau voru í margir í tré og þeir rifu í greinarnar og brutu svona smærri greinar. Og þetta áleit ég að myndi verða fyrir að það myndi koma mjög slæmt veður sem að rættist, þannig að það kom óskaplega slæmt veður eftir þetta. Hver er stofnstærð hrafna? Það er talað að sé svona 2.500 til 3.000 pör í landinu, kannski jafnvel aðeins minna heldur en það. Getur þú gert þig grein fyrir hversu mikið hröfnum hérna á Akureyri? Ég giska á að sé svona eitthvað 60 til 80 hrafnar sem eru svona víðsvegar bæinn og stundum faraði náttúrulega út fyrir bæinn en það sem ég hef verið að reyna að telja það hefur verið svona þetta bil. Hversu gamlir geta hrafnar orðið? Þeir geta orðið mjög gamlir. Það algengt að þeir verði 20 ára gamlir og ég held að samkvæmt einhverjum skoðunum þá geta þeir farið upp í 30 og jafnvel yfir það sko. En þetta fer mikið náttúrulega eftir veðurlagi og á veturna hvernig fólk duglegt að gefa þeim út á skaflinn eins og hefur verið hérna á Akureyri núna í vetur og ég þakka fólki sérstaklega fyrir það. Þótt oftast sé dregin dökk mynd af hrafninum og hann fyrst og fremst feigðarboði en einnig hræfugl og heljafugl. Samt sem áður finnast þó nokkrar þjóðsögur sem segja frá gæsku hrafnsins. Starfsmenn kirkjugarðan á Akureyri hafa þurft að læra umgangast hrafnin í gegnum árin. Það verður vissulega svona tjón eða skemmdir á trjánum, sérstaklega þegar frost hérna á veturnar og þeir tylla sér hérna efst í trén en ekki það breytir nokkru sko, en þeir eru svona dálítið ágjarnir þegar mikið af kertadósum aðgengilegar, þá sækja þeir í tólgakertin og vaxið og svo þegar koma hérna bílar heima garðinum og skilja eftir umbúðirnar eftir skyndibittan sem hefur verið að borða, þá eru hrafnarnir alveg í veislu og dreifa þess út allt en þetta ekkert vandamál. Er vinalegt eða óþægilegt að hafa hrafnana hér í kirkjugarðinum? Þetta bara svona óskup vinalegt þegar það passar en þegar þeir eru orðnir 40–50 hérna í garðinu þá er þetta orðið alltaf mikið og svona hefur nú mörgum fundist þetta óþægilegt það sem að hrafnarnir sitja hér á nýjum leiðum en svona nú bara lífsins gangur. Hrafnin hefur verið hérna lengur en við. Er alltaf jafn mikið af hröfnum í garðinum? Þeim hefur fjölgað mjög á síðustu 20 árum þegar ég byrjaði að vinna hérna fyrir einhverjum 18–20 árum síðan þá sá ég hrafna hérna á þessum tíma svona upp úr áramótum
og fram í apríl að þá hrafninn hérna í uppstreyminu í brekkunum. En hún hefur fjölgað alveg gríðarlega hérna á þessu svæði síðustu árin, alveg gríðarlega. Áttu einhverja skemmtilega hrafnasögu til að segja okkur? Nei, ég svo sem kann nú ekkert neina sögur en maður getur hins vegar alveg gleymt sér við að horfa á þá hérna í tilhugalífinu, þeir eru hérna með flugæfingar hérna í brekkunum eða hérna í uppstreyminu og þetta virðist nú vera stórir og klunnanlegir fuglar en þetta eru alveg listaflugfuglar. Eitthvað sem þú vilt bæta við? Nei, ekki nema bara, ég held að við mannfólki ættum að hætta að gefa þeim hérna, það er að segja hætta að vera að dreifa hérna skyndibita hérna á hringtorgið hérna í garðinum og hérna, við höfum bara að nota ruslat allan á. Krummi krunkar úti lag sem flest íslensk börn læra. Nú heyrum við þetta þekkta lag sungið af nokkrum ungum drengjum við undirspil Hjalta Jónssonar. Krummi krunkar